Velkomin í Rauðan raunveruleika. Í dag ætlum við að fjalla svolítið gjaldeyrismál, vextina og hagkerfið almennt, svona hvað í gangi og til þess höfum við fengið góðan gest við Ólafur Jónsson og Kári Jónsson, við erum hérna saman og höfum boðið honum Jóhannesi Hraunfjörð Karlssyni sem hagfræðingur og sakfræðingur til að koma og tala við okkur vaxtaumhverfið, gjaldeyrismál og sitt hvað fleira sem tengist í öllu. Velkomin Jóhannes, takk kærlega fyrir að koma. Já, þakka þér fyrir. Ef við byrjum bara á því að tala svolítið ástandið sem núna, stýrivextirnir eru í hæstu hæðum, vextirnir á lánunum eru hækka áfram og ástandið hreinlega bara ekki gott og verðbólgan ennþá frekar há. Hvernig þetta að leggjast í þig, þú svona sem hagfræðingur og sakfræðingur, hvernig þetta að leggjast í þig? Já, við sjáum það strax að stýrivextir Seðlabankans hafa verið í 9,25% í ár, eða rétt rúmlega það kannski. Og þetta hefur haft gífurlegar afleiðingar, sérstaklega fyrir unga fólkið sem að reyna að koma sér upp fjölskyldu, kaupa húsnæði. Vextir hækka, húsnæðisvextir eru í, hvað ég var að segja, það bil 11%. Almenni vextir, sérstaklega fyrir þá sem eru á svokölluðum, sem sagt, fara yfir á tékkaheftinu, að þeir kannski fara upp í 17%. Yfirdráttarvextirnir. Já, yfirdráttarvextirnir, já, 17%. Það að segja sko að þá þetta hér bil eða svona 1,50. Þetta rosalega hátt og rosalega þungt. Og við vitum það að Seðlabankinn, hann hefur í sjálfur sig kannski ekki mörg tæki. Hann hefur sem sagt þessa sem sagt hann getur hækka stýrivextina. Upphafið að þessu má kannski rekja til COVID eða sem sagt strax og eftir COVID að almennt voru ríkisstjórnir, ekki bara hér á Íslandi, heldur víða annars staðar, að þeir voru hrædda við samdrátt. Þannig að Seðlabankastjórinn hér, hann dreif sig niður í að lækka vexti niður úr öllu valdi í 0,75%. Samhliða því dældu ríkisstjórnir inn peningum með aukinni seðlaprentun til fyrirtækja. Við sjáum það þegar það var verið að gefa til dæmis bílaleigum skattafslátt upp á, ég man ekki einhverjar rosalegar fjárhæðir. Sem virðist nota bene bara hafa farið beint út í arðgreiðslur. Sem fór bara beint í arðgreiðslur. Og það sem var kannski munurinn hér að stærstum hluta, til dæmis svo í miði bara að segja Frakkland og víðar, að það voru engar hömlur settar á arðgreiðslur hjá fyrirtækjum. Fyrirtæki gátu haldið áfram, við sáum það eins og til dæmis með Bláa lónið og að það sé að koma gos núna og að það búið að borga út fleiri milljarða í arðgreiðslur og það að fá stóra ríkisstyrki. Ríkisstyrkir voru í víðaskar bundnir því að arðgreiðslur væru sem sagt stoppaðar. Þetta var ekki gert. Þannig að þetta eru svona ákveðin mistök eins og eða meðvilja gert. Það má segja það einmitt. Já, ekki beinlínis mistök því að þeir gera ekki beinlínis mistök, þeir eru að veita skattfé með skattastyrkjum, svokölluðum skattastyrkjum til fyrirtækja og kannski til valinkunnra fyrirtækja. Þau sögðu á þeim tíma að þetta væri til þess að tryggja að fyrirtækin gæti áfram borga laun. Já. En síðan þegar það kemur í ljós að mikið af þessum styrkjum og afsláttum að fara bara beint í arðgreiðslur fyrirtækjana, þá kemur ríkisvaldið samt ekki fram og segir, heyrðu, nú skulle þið borga tilbaka. En þetta það einhvern veginn ekki í hug. Nei, þeir gera það ekki, en í staðinn fyrir þá halda þeir áfram að lækka í raun og veru, hækka vextina og þar af leiðandi lækka laun hins almenna borgara. Sem sagt og sérstaklega hjá þeim sem ekki eiga neitt, sem eiga lítið og eru kannski á leigumarkaði líka. Sjáum það ef að fólk að borga, hvað ég að segja, 40% launa í húsaleigu, með því kannski að vera í tvöfaldri vinnu. Og það gefur auga leið að það leggur ekki mikið fyrir á meðan. Og
og matur hækkar og verðbólga rís, sem sagt verðbólga töluvert yfir 6%, eða réttar að sagt tæp 7%, hefur farið hækkandi. Í Frakklandi verðbólgan og víðast hvar í Evrópu hefur hún farið lækkandi. Hún 2,2% í Frakklandi sem dæmi, hún rétt ríflega 2% á evrusvæðinu og hérna virka þessar ráðstafanir Seðlabankans ekki, það að segja þessir 9,25% vextir slá ekki á þessa rosalegu þenslu. Mikið til af því má kannski segja skattar eru kannski lágir. Það að segja að ríkið það þarf að standa skil á ýmsu, það þarf að sem sagt vegaframkvæmdum, skólakerfi og svona öllu þessu sem allir þekkja og það stendur ekki skattgreiðslurnar í raun og veru eru lágar, það standi ekki beinlínis undir þessum útgjöldum sem þýðir það að ríkið prentar meiri peninga út í verðlagið og það þýðir í raun og veru aukin verðbólga. Aukin verðbólga sem sagt í raun og veru dulin skattheimta sem svona eins og, hvað maður segja, rússnesk rúlletta, að hún lendir bara ykkur staðar. Og þegar verðbólgan svona mikil og íþykjandi þá lendir þetta og við vitum það á þeim sem skulda. Hverjir eru það sem skulda í krónum? Það eru láglaunafólki. Fyrst og fremst ungt fólk sem að reyna að byrja að búa. Og hérna þetta sem sagt, þetta það sem ekki tekið, finnst mér nógu föstum tökum. Það væri í raun og veru eðlilega allir að slá á þensluna, samhliða kannski þessum vaxta hækkunum Seðlabanka, því að það væri að hækka skatta. Auka svona innkomu ríkisins bara til að geta staðið undir rekstrinum á heilbrigðiskerfinu og vegakerfinu og frá. Kannski ekki hjá þessum venjulega launamanni, heldur það sem fjármunirnir eru. Sem sagt útflutningsatvinnugreinum og allt þetta sem að moka inn peningum með lágu gengi, þar peningur. Þetta kannski líka fólki sem Ásgeir var að nefna þegar hann talaði þessar tásumyndir, það nú ekki allir sem tengdu við það þvert á móti, en þetta einhverju svona hluti kannski af Íslendingum sem á nóga peningum og að versla mikið og gera mikið og það kannski ítandi þenslu eða hvað? Nei, okay. Ég myndi nú ekki beinlínis segja það en ekki endilega vegna þess að mikið þessu fólki sem segjum sem á tenni, þetta fólk sem hefur unnið hörðum höndum, verið á sjó alla sína ævi eða unnið myrkran á milli, komið sér upp þaki, komið á orðið 70, komið á eftirlaun og eftirlaunin eru skert ansi mikið. Þetta fólk hefur borgað í lífeyrissjóði og hérna af því að þá færða ekki sem sagt réttar greiðslur úr frá tryggingastofnum, það sem sagt þá ferða til tenni til þess að láta endana ná saman. Hitt fólki sem á nóga peningum, það kannski ekkert á tenni eða ekki, það á í Flórida og einhver staðar annar staðar heldur en á tenni kannski. Það er margir svona á efri árunum sem sjá þetta fyrir sér og eru að gera þetta, að fara til Spánar eða því líkt þess að geta bara lifað á peningum sem það eiga og svo framvegis. Ég myndi halda margir væru hreinlega því að þegar fólk hefur lítið á milli handana, segjum kannski og það borgar kannski, leigir kannski íbúð í 1 mánuð þarna á Spáni, en þegar það búið að borga flugfargjaldið og sem sagt fær betri heilsu, nota bene, en það þarf að borða hér og borða þar, að þá maturinn kannski 3 sinnum ódýrari þar. Og það kannski þetta fólk, að því að ég var í Sund í gær og komst ekki hjá því að hlusta á fólki í heiðapottunum, og það var akkurat að tala þetta. Það væri kannski 2-3 semst yfir svartasta skammdegið og til þess hreinlega bara láta enda ná saman.
Ekki endilega, en ef þetta einn og einn þarna á milli, en þetta ekki, þetta sé ekki alveg sanngjarnt hjá seðlabankastjóra að setja út á þetta fólk. Einmitt. Og þú ert að gagnrýna það svolítið að þessi stefna hefur ekki verið að virka klárlega, þetta ekki að líta vel út hjá okkur, áfram með verðbólgan mikil og það samdráttur í hagkerfinu, ekki mikill hagvöxtur, áfram húsnæðiskerfið bara hrikalegt fyrir fólk, hús verða áfram dýrari, leigan að hækka líka og það hægist á uppbyggingu íbúða og nú segja sumir að þetta kerfið sé handónýtt en svo má kannski líta að þannig líka að það bara svínvirka fyrir ákveðna aðila, það er að svínvirka en það sem þú ert að segja að vegna þess að ríkið samt þarf að fjármagna heilbrigðiskerfið og vegakerfið og svo framvegis að þá þau að prenta meira peningum sem aftur að ýta undir enn meiri verðbólgu þannig að þau verða að tryggja tekjuhliðina einhvern veginn ná í peningana sem að taka þá með sköttum beinlínis í staðin fyrir að nota verðbólguskattin eins og þeir gera í rauninni núna að nota skattkerfið skattleggja beint og fólk á í raun og vera að vita hvað það að borga í skatt skatturinn á að fólk á að vita að skatturinn sé þetta mörg prósent að viti nákvæmlega fyrirfram hvað það að borga í skatt þegar það borga bara svona verðbólguskatt eins og þetta þá veit það í raun og vera ekki hvað það borgar mikið í skatt og þeir borga hæst sem eiga minnst það svolítið svona ekki góð stefna til lengdar skulum við segja, þetta ekki sniðugt til lengdar. Nei, einmitt og afleiðingarnar munu grassera áfram ef að heldur áfram sem horfir. Nú kom nýverið út skýrsla einmitt frá OECD sem sýndi að barnafátækt búin að aukast alveg greiðlega á Íslandi og þannig að það liggur svolítið á að við fyrir að breyta þessu eitthvað, breytum stefni. Það liggur mjög mikið á, við getum tekið sem dæmi að samkvæmt tölum Hagstofunnar það þannig að 50% af einstaklingum sem með börn á framfæri, eitt eða fleiri í erfiðleikum 50%, það að segja helmingurinn að einstaklingum sem með börn á framfæri á í erfiðleikum. Ef þú tekur tölur OECD að þú myndist á þá stofnun, framfarastofnunina að efnahags- og framfarastofnunina þá það bil 40% eftirlaunamanna sem undir fátækrar mörkum samkvæmt þeirra skilgreiningu eins og þeir skilgreina hana og skilgreiningin að þeir sem hafa tekjur undir helming af meðaltekjum 40% af eftirlauna mönnum undir þessu hér þannig að misskiptingin mikil og þó að fólk geti nurla saman til þess að komast til tenni þá það kannski nauðsynlegt til þess að halda sönsun en þetta kemur auðvitað niður á vegna þess að þetta kemur niður á barnafjölskyldum þegar svona stór hluti samfélagsins með svona lág laun að þetta þýðir að börn vinna mjög mikið hérna á Íslandi að þau við sjáum þetta við erum svolítið umræði í sambandi við menntaskóla, hann búið að stytta námið niður í 3 ár en í raun og veru lítill hluti nemanda getur nýtt sér það vegna þess að svo stór hluti þeirra að vinna með námi og eins og þið kannski þekkið vel og þetta þýðir það að þeir þessi nemendur að námið kannski orðið lakara en það var en tekið á kannski 4,5 ári samt sem áður eins og var áður en að þeir styttu námið þannig að en þeir sem eiga efnaða foreldra eða þurfa ekki að vinna svona mikið að þeir nemendur þeir geta klára þetta á 3 árum Það var svigrúmi til þess að sinna náminu bara af fullri alvöru. Já. Hvernig líst þér á svona eins og
ég frekar vel eftir því þegar Bjarni Ben er að reyna að halda þig fram þegar hann var fjármálaráðherra síðast, að þá er hann að reyna að halda þig fram að það sé búið að auka útgjöldin í heilbrigðiskerfið, en svo við nánari skoðun þá sér það með að við fjölgun í íslensku samfélagi og með að við verðbólgu, að þá er þetta í raun lækkun á því sem að ríkissjóður er að setja út í kerfin. Tekur þú líka eftir þessu að það sé verið að ljúga með tölfræði? Tölfræðin er náttúrulega besta tæki til að ljúga með. Þannig að ég held að tali best sínu máli hérna fyrirgefiði að ef við lítum á heimilislækna. Heimilislæknir er sá sem er grundvallar atriðið að allar fjölskyldur hafi heimilislækni og hafi heimilislækni sem lengst. Ég mani að því ég er á Kópavogi að þá hafði ég fyrst heimilislæknin, svo tók dóttir hans við. Þannig að hún þekkti sögu fjölskyldunar langt aftur. Þetta þekkist ekki í dag. Nú hafa stór hluti landsmanna, ég man eftir því að var einn sem ég sá að hann frá Akureyri, hann lendi því að missa heimilislækni og það var ekki nokkuð leið fyrir hann að fá heimilislækni aftur. Og þetta er eiginlega grunnþjónusta að hafa heimilislækni og síðan vísa heimilislæknar á sérfræðinga og ég get bara tekið sinn dæmi að því að ég þekki vel til í Fraklandi, svo ég segi bara eins og að þar tekur það, þú hringir heimilislæknin, þá afsakar hann ef þú færð ekki tíma samdægus. Wow. Þannig að hérna ertu í langri bið og þú færð tíma og fólk neyðist til þess að fara á slysavárstofuna með einhver minniháttar minniháttar meiðsli eða eitthvað sem undir venjulegum kringumstæðum fólk myndi leita til heimilislæknis. Þetta þýðir rosalegum kostnað fyrir heilbrigðiskerfið í grundvallar atriðum og gerir heilbrigðiskerfið mun dýrara en þyrfti að vera. Þetta hækkar það upp. Einmitt, af því að það væri ódýrara bara að kosta þetta almennilega út til að byrja með, svo að sé hægt að fyrirbyggja stærri vandamál seinna sem eru þá dýrari. Já, sérstaklega að byrja á heimilislæknum, myndi ég segja. Hafa einhverja tengingu svona inn í kerfið, einhver læknir sem að þekki og fylgist með svolítið. Já, því að hann þekkir, heimilislæknirinn, hann þekkir sögu einstaklingsins, fylgist með, þekkir ættarsöguna, segjum, nú vitum við öll að, eða vitum það allir hérna að margir sjúkdómar eru erfðasjúkdómar, það eru hjartasjúkdómar, það er krabbamein og allt þetta, meldingasjúkdómar og mikið af þessu eru í erfðum. Þannig að það skiptir máli að hafa góðan heimilislækni sem þekkir fjölskylduna vel. Einmitt. Þannig að þetta er svona, myndi ég að segja, svona stórt atriði. Og þetta gerir það líka verkum vegna þess að þegar við skoðum statistíkina í heilbrigðiskerfinu, að þá kemur það að við erum á leiðinni í ameríska kerfið. Við erum kannski með rúmlega 8%, 9% í hérna að verkri landsframleiðslu í kostnað vegna til heilbrigðiskerfisins. Í Ameríku eru þeir með aðeins meira heldur en þetta, ekki alveg kannski 11-12%, en í Fraklandi og á hinum Norðurlöndunum þá eru þeir með lægri tölu en hér en mun betra kerfi og það er annað sem þessi evrósku lönd sem eru með að við þekkjum það hérna að þú þarft að greiða ansi mikið í aukagjöld. Það er ekki bara að þú borgar skatta, heldur borgar og svo kallu komugjöld og ýmis konar röntgengjöld og allt mögulegt, þannig að þegar upp er staðið að þá ertu að borga mörg 100.000 krónur til þess að fara til læknis. Þetta er langt frá því að vera lítill kostnaður lengur, þetta er orðið alveg mikill peningur oft. Já, 18.000 fyrir einhverja eina myndatöku og svo framvegis. Já, fljótt að telja. Þú talar nú ekki um að þú átt 2 börn. Það er fljótt að telja. Einmitt. Ef við færum okkur aðeins yfir í gjaldeyrismálin, að krónan, hún er nú búin að vera frekar umdeild,
Getur þú sagt okkur aðeins frá krónunni og svona þínum skoðunum á henni? Já, ég segi það strax út svo allir vitið að ég myndi telja best fyrir íslensku þjóðina að taka upp annan gjaldeyri. Það er gjaldmiðil, það er að segja evruna, en auðvitað það er mín skoðun, persónulega skoðun sem ég byggi fyrst og fremst á því að eftir að hafa dvalist erlendis mikið að þá er krónan þetta er fastur sko, ef við förum út í að gjaldmiðill, hann á að virka þannig að hann er til þess að geyma verðmæti, þú greiðir með honum líka en krónan hún virkar ekkert þannig, þú getur ekki geymt verðmæti með því að geyma krónuna, hún bara fer út og suður, hún bara gufar upp og við skulum kannski rifja upp hérna bara til gamans með krónuna að það var ekki eins og það væri ákveðið í sjálfu sér að krónan er tekin upp sem sjálfstæður gjaldmiðill á sínum tíma. Þetta verður í raun og veru 1922 í kjölfar, hvað maður að segja, efnahagshruns sem þá varð að eftir að aflinn brást og Eldeyjarhjalti hafði fiskað mikið og borgað sinn bát á einu mánuði, aflinn var svo mikill í fyrra stríði en það voru ekki allir svona heppnir eins og Eldeyjarhjalti og það þýddi það að þeir tóku lán og þessi lán voru tekin gegnum Íslandsbanka gamla og svo þegar það þurfti að borga þessi lán þegar var aflapresturinn kom þarna 1917-18 að þá gátu menn ekki borgað, ríkissjóður var að taka lán, Danir neituðu að taka lán, við urðum að leita til Englendinga og tókum svo kallað enslán sem var bundið og þeir tóku veð í skatttekjunum, niðurlægðu íslensku þjóðinni í raun og veru, gjörsamlega, eins og þeir hafa alltaf gert. Já. Ég er nú ekki mikið álút englendingum hvernig er að það er með okkur en þeir við stóðum upp seinna við stóðum upp seinna en upp frá þessu þá fellur krónan miðað við dönsku krónuna þegar var sami gjaldmiðill á öllum Norðurlöndunum á þessum tíma króna og það fellur íslenska krónan á miðað við dönsku krónuna og við sitjum uppi með sjálfstæðan gjaldmiðil sem var svolítið lægri en danska krónan og þetta var ekki pólitísk ákvörðun heldur í raun og veru eins og annað pólitísk óstjórn sem varð til þess að krónan varð að sjálfstæðum gjaldmiðli slísaðist hreinlega til. Já. En svona helstu rauk sem ég hef heyrt og svona er nokkuð sammála það af hverju við ættum að halda krónunni þó það geti kostað okkur til skemmri tíma að til lengri tíma mögulega geta verið mjög hentut fyrir okkur að hafa þetta peningatól, þetta stjórntæki að geta prentað peninga þó það sé alls ekki alltaf skynsamt að gera það. En ef við værum ekki með krónuna og værum með evru til dæmis, myndum við ekki þurfa að fá lán frá dönskum bönkum, evróskum bönkum einhverjum, líklega þýskum og þessir þýsku bankar gætu þá svolítið ráðið bara þeim lánsskilyrðum? Jú, það lít ég á sem kost. Nú, já, ok. Vegna þess að við sjáum það hér að ef við erum með vexti hérna kannski 5% vexti ofan á verðtryggðu lán, 11% á óverðtryggðu lán. Í Evrópu eru þessi lán eru þessi lán það bil kannski 4% húsnæðislán, kannski á milli 4 og 5%. Svona, það þýðir það að við værum í staðin fyrir að borga 11% vexti ofan á lán, þá væri kannski einhvers staðar á milli 4 og 5% lán. Það er því samkeppni á bankamarkaði, það er því samkeppni á tryggingamarkaði. Við sjáum hvernig tryggingamarkaðurinn hér er að þeir sem er að taka bílatryggingar og fleira að þær eru 5 sinnum dýrari en á evrópsku markaði. Hérna, svona 4-5 sinnum dýrari. Þær eru að mun lakari, myndi ég telja, eftir að hafa skoðað þetta svona lauslega. Ég vil ekki nefna neinn nöfn sérstaklega
En þetta þýddi það að það yrði mun meiri samkeppni. Þeir sem græða á krónunni í raun og veru þeir sem halda Íslandi sem eilandi í þessu. Það eru tryggingafélögin, það eru bankarnir, það eru fyrst og fremst þeir sem geta tekið lán í evrum og þurfu ekki að vera á þessu markaði. Eins og til dæmis unga fólki sem, það er ekki allir sem eru svona þeir sem eru af góðu fólki, efnuðu fólki skulum við segja, komnir. Komin að þeir fá lán, þeir geta fengið lán frá fjölskyldu sinni eða foreldrarnir hjálpa börnunum sínum að kaupa húsnæði. En það þýðir ekki heilsa fyrir stóran hluta af okkar unga fólki sem neyðist kannski til að huga að því, eins og Jónas Kristjánsson ritstjóri sagði. Hann var að ráðleggja þessu sama unga fólki sem við erum enn að tala um, og þetta er svolítið gömul umræða. Þetta er umræða sem er búin að vera ansi lengi. Hann sagði við unga fólkið, þið skulu læra guðanabænum, lærið erlend tungumál, helst dönsku eða norsku, og drífið ykkur út og reynið að taka, og þar getið þið lifað eðlilegu fjölskyldu. Já. Sagði Jónas. Ok. Þannig að þetta er kannski ekki góð skilaboð fyrir bara svona kynslóðina og framtíðarkynslóður, nú ekki gott fyrir þjóðina? Nei, þetta er ekki gott. Þannig að ég myndi telja að alvöru stjórnmálamenn, þeir ætti að huga þessu og taka þessa umræðu fyrir kosningar, og unga fólkið á að þrýsta á stjórnmálamenn að taka þessa umræðu og skoða. Seðlabankinn hefur birt viðamikla skýrslu sem ég lesið alveg spjaldan á milli, en ég ætla nú ekki að vera, en þar kemur fram að evran er mun betri kostur fyrir Íslendinga, en þetta er pólitísk ákvörðun fyrst og fremst. Og stjórnmálamenn eiga að, það er til þess kjósu við það, þeir eiga að taka skrefið og þora að taka það, horfa fram á við. Við þurfum líka að láta stjórnmálamennin okkar svara því af hverju eru 250 fyrirtæki, okkar öflugustu fyrirtæki, eru búin að fara út úr þessu krónuhagkerfi, en við sitjum eftir í því og með hrungengi á krónunni. Mér finnst það hefur enginn svarað þessu til. Enginn. Því að þessi stóru fyrirtæki, þau eru ekki hér bundin við krónuna eins og almenningur er. Þess vegna virkar einmitt þessi 9,25% vextir, þau virka bara ekki nógu vel og allt of seint. Við erum það er búið að vera vaxtahækkunarferli núna yfir langan tíma, og eins og Jóhannes segir, 9,25 í heilt ár, en fram að þeim tíma er verið stanslaust að hækka vextin, og þannig að þetta er yfir langt árabil. En það er enginn sem er að tala um þessi 250 fyrirtæki sem eru bara ekkert með okkur í baráttunni lifa bara í öðrum heimi. Já, einmitt, þau eru í öðru landslagi. Ég einmitt að taka upp evruna, breyta eins til, væri stór pólitísk ákvörðun sem hefur miklar langtíma afleiðingar. Það fyrir þá eru svolítið bundin við örlög Evrópu meira líka, peningastefnu þar og bankakerfi þar og svona. Sjálfur hallast ég nú frekar að því að við ættum frekar að félagsnýta meira af auðlindunum okkar og byggja miklu starra félagslegt húsnæðiskerfi og óhagnaðardrifna banka og svo framvegis. En hvað það? Við ætlum líka að tala svolítið um flotgengið á krónunni, og það er svolítið svona umdeilt hana, flotgengið og hvort það sé verið að kaupa upp gjaldeyri að óþörfu til þess að hafa áhrif á gengi krónunar, það sem kallað dirty floating gengi á einsku. Við skulum skoða, við minnst á tvennt hérna, að því að krónan, hún er svona við skulum bara fara beint út í þetta. Að við munum það að í hruninu þá var dollarinn á 60 krónur, evran var á 80 krónur, og það komu hérna fullt af og vextirnir voru á rosalega háir, og var alltaf verið að hækka stýrivextina,
Það kom þessi svokallaði vaxtamunur fram hjá miða við Ísland og Bandaríkin, Bretland og Evrópu. Núna erum við með 9,25 á þessum svæðum, gjaldmiðilssvæðum, svo svona það bil helmingi lægri vextir, segjum bara 4,50. Þetta þýðir það að þessi stóru sjóðir, og við erum nú ekki að tala hérna Jón og Gunnu sem að kaupa fyrir eitthvað 1 milljón, heldur erum við að tala milljarða, sko 100 milljarða króna. Þetta rosalega fjárhæðir sem skipta rosalegu máli. Þessir sjóðir, BlackRock, þið þekkið þessi nöfn, þetta eru sjóðir sem stjórna í raun og veru, sko, við komumst í rassvasan á þeim og valla það íslenska þjóðin. Nú, þessi sjóðir og þetta semst að kaupa krónuna til þess að nýta sér þennan vaxtamun til þess að fá tekjur sem eru þessir 4,5%. Nú, þegar þeir fara síðan þá semst það sem gerist það að krónan lækkar þar að leiðandi eða hækkar, hvernig sem maður orðar það er að segja að í staðin fyrir að fara þá myndi krónan fara úr 150 eins og Kári myndist á og fara þá kannski niður í kannski 80 krónur aftur. Það sem gerist þegar þessir sjóðir selja síðan þegar vaxtamunurinn hættir, að þá kemur upp þetta hrungengi og eins og við kannski munum eftir eða fólk man eftir úr hruninu, að þá fer krónan þá myndi evran fara úr segjum þessum 80 krónum og upp í 200 krónur. Þetta þýddi það að þeir sem væri að borga bílalánin eða eins og var þá húsnæðislánin og allt þetta, að greiðslubyrði þeirra gjörsamlega búin. Þetta fólk fallið, það bara komið á sveitina, það missir allt. Greiðslubyrðin stóreykst. Já, stóreykst og það getur ekki staðið í skilum og það bara búið að tapa öllu. Og það sem var tekið upp þá í þessu sem Seðlabankinn tóku upp, hann tók upp að kaupa þá erlendan gjaldeyri í staðinn til þess að geta miðlað, ef að þetta kæmi upp, að miðlað inn til þess að koma í veg fyrir þetta. Og það sem gerist þá það að það myndast þessi stóri gjaldeyris sjóður, ég man ekki hvað þetta 800 milljarðar. 800 milljarðar, já. Og þetta náttúrulega ekki að háum vöxtum að því þessir peningar eru geymdir erlendis og eins og hefur komið fram að þá voru það að þá eru 800 þá eru vextirnir eða vaxtakostnaður, þá eru þetta það eru 40 milljarðar sem við erum að fá á þessa 800 milljarðar. Þessa peninga, þetta í raun og veru bara hreinn og beinn kostnaður við krónuna líka. Og þetta eru þá aðgerðir sem við erum að fara út í til þess að fyrirbyggja áhrif frá markaðsviðskiptum stór kapitalistana og BlackRock og vogunarsjóða. Já, þetta það sem Seðlabankinn gerir. Þess vegna hann að safna upp þessum gjaldeyrissjóði. Og þetta það sem Alþjóðabankinn, það sem við höfum í raun og veru að velja, það að kaupa, halda áfram að kaupa þetta, gera þetta að því að við verðum að því að ríkisstjórnin í raun og veru grípur ekki til þeirra aðgerða sem hún þarf að grípa. Við höfum Jósef Stiglitz hérna daginn sem kom hérna og margir fylgdust með og hann sagði að aðgerðir Seðlabanka einar og sér dygðu ekki. Hann tók það fram sérstaklega og hann sagði að ríkisvaldið það yrði að koma þannig inn í og hækka skatta, breyta framkvæmdinni og vinna með Seðlabankanum. Þetta hefur ekki verið hérna ríkisstjórnin, þeir viti það bara alveg jafnvel og ég og allir vita það, ríkisstjórnin hefur ekki tekið þetta í mál.
Nú komur þess að alþjóða gjaldeyrisjóðurinn var hérna daginn með eitthvað erindi og lagði til það sama einmitt að þeir hækka skatta á breiðu bökin. Já, þannig að í raun og veru þessi ríkisstjórn á sömu línu og nýji forsetinn í Argentínu. Já. algjörlega nýfrjálshyggja sem engum lifandi manni dettur í huga stund í Evrópu. Þar verðbólgan búin að næst í að tvöfaldast frá því hann tók við held ég og hann bara að selja út ríkiseignir skilst mér á brunnu útsölu og sameina einhver ráðuneyti sem ætti ekki endilega sameina og allir eru brjálæðir. Já, og þið munið eftir því að þetta var það sem ríkisstjórnin gerði. Hún byrjaði á því að sameina ráðuneyti sem ekkert áttu sameiginlegt með neinu til þess að geta fjölga ráðherrum og komið fleiri vinum í vinnu. Og þetta er einmitt alþjóða gjaldeyrisjóðurinn nú ekki þekktur fyrir að vera hlindur mikilli skattheimtu á en ríku eða félagshygginn þvert á móti og sérstaklega varandi sko þriðja fátækari heiminum. En hann að segja við okkur núna að við eigum að hækka skatta á þau ríku. Þeir eru búin að viðurkenna það í rauninni að nýfrjálshyggjan er dauð. Já. Þeir eru að segja það bara. En það heyrist ekki upp í Nei, Bjarni er bara, hann þræti bara. Já. Þetta er nú bara svona. Já, akkurat. Það er bara svo lýs. Hreinlega. Og þetta er, við búum við svona tvöfalt hagkerfi varandi krónuna. Það eru stór fjármagnseigendur og stór fyrirtækjaeigendur hér heima svona í stóreigna stéttinni. Þau verða ekki mikið fyrir barðinu af þessum stýrivaxtahækkunum. Það annað sem við skulum skoða að þegar þessi verðtrygging er tekin upp, hún er tekin upp þarna eins og þið munið 1979. Það er stjórn sem sagt Óla Jó sem tekur þetta svo kölluð Ólafslög. Þetta er í raun og veru ekki sett almennileg lögum þetta. Heldur er þetta svona neðamálsgrein í ákveðnum bandormi. Nú, þetta er ekki sem sagt ákveðin lög sem taka þetta upp. Þetta eru bara Ólafs lög sem eru þarna og það er fullt að dóti í þessum lögum annað en hérna sem sagt verðtryggingin. Þetta er það sem var tekið upp og þarna þegar verðbólgan var í raun og vera að rjúka upp. Þetta er bara svona, hvað maður að segja, bráðabirra redding sem átti að vera í stuttan tíma. Nú, það voru fleiri sem sagt reddingar þarna, það var talað það að ríkisendurskoðun yrði frjáls og það var verið að taka á ríkisfjármálunum, að laga ríkisreikninga og voru fullt af aðgerðum sem voru sem sagt samhliða þessu sem var gripið í og tekið á nokkra ára fresti sem tók nokkur ár og sem ekki gengu kannski allar eftir. Verðbólgan hélt áfram á þessum tíma en það sem tekið var fram og kannski ágætt að hlustendur gerir sér grein fyrir því að þessi verðtrygging, þetta er í raun og veru bara verðbætur eða vaxtavextir myndi ég segja, að í staðinn fyrir að almenni bankavextir á þessum tíma, lánavextir á þessum tíma voru á milli 80 og 90% fóru í það. Sem sagt, þegar þú tókst lán þá varst að borga 80-90% vexti. Af því að verðbólgan var þetta há. Þannig að ríkisstjórnin varði raun og að gera eitthvað. Þetta var að hún tók að sér að reikna út vaxtaálagið. Nú, vaxtaálagið eins og var þá að því að skattalög númer 40 1978 sem urðu þarna til, þau gera strax ráð fyrir því að þetta sé þessi verðtrygging eins og þetta heitir, þetta er skattlagt samkvæmt þessum lögum nákvæmlega eins og aðrir vextir. Þú fékkst frádrátt á húsnæðismálaláninu miðað við sem sagt verðbætur á sem vaxta greiðslur sem fólk greiddi af þessu og ef þú fékkst áttir verðtryggðan reikning að þá sem sagt borgaður skatta af þessum verðbótum. Þannig að þetta eru svona vaxta vextir sem eru settir upp. Síðan gerist það árið 1983 þá verður sem sagt þá eru launin tekin úr sambandi.
kemur upp þarna eins og þegar örugglega hann Ögmundur sem sagt talaði hérna hjá Gunnari Smára ef maður rétt að það kemur upp þessi svokallaði Sigtúnshópur að því að það verða þannig þessi gliðnun á milli eins og í raun og veru núna, þetta nákvæmlega samar að gerast núna, það verður svona ákveðin gliðnun á milli launa og vaxna greiðsla en það verður ákveðin til en þetta ekki eins og þetta sé eitthvað sko séu sem sagt eitthvað þessi verðtrygging þetta eru bara sem sagt að það sem sagt Hagstofan sem tekur að sér að reikna þetta út með ákveðni vísitölu og út fyrir bankana venjulegir bankar út í Evrópu þeir reikna þetta út sjálfur þetta og það miðast kannski ekki við kannski verðbólguna þar heldur miðað hvað kjör eða hvað þeir geta boðið kemur svona ákveðin samkeppni þetta þýðir það kannski ekki beinlínis þessi samkeppni því að Hagstofan segir verðbólgan 6,6% núna og þá getur bankinn bætt við ég ætla að miða við að bjóða hérna 3, 4, 5% ofan á þetta til þess að borga kostnað en í raun og veru þetta engin samkeppni á milli banka Nei. Þannig að þetta svona tvöfalt þetta platar fólk svolítið líka verðtryggingin náttúrulega þegar hún kemur á sínum tíma þá það líka til að hugsa við til þess að sparnaðurinn sem þó var til hann náttúrulega bara fuðraði ekki upp þetta var náttúrulega fyrst og fremst út af lífeyrissjóðunum sko svo finnst mér athyglisvert að það hérna verðbólga í Svíþjóð hvað 2,2 eitthvað 2-3% en þar eru búin að vera neikvæði stýrivextir sko í 10 ár þú veist sko þannig að þarna tekur sko þeir sem eiga peningin þeir náttúrulega að taka þátt í samfélaginu í gegnum þetta líka sko. já alveg eins og ef það væri sko á útflutningsatvinnum grannar að þá væri hérna gengishagnaður skattur, hvalreka skattur eða hvernig eitthvað mótvægi þannig að við sætum ekki ein eftir í súpunni sem eru með óverðtryggð laun af því að það allt verðtryggt í samfélagi. Já. Allavega þá þýðir það verðtryggingin og þessi munur að hann kemur alltaf verst við þá sem eru á lægstu launum. Þeir tapa mest þeir verðbæturnar koma eftir á en þú borgar fyrirfram að láninu þeir eiga ekki uppsafnaða sparnað þú veist, þeir fá ekki sko mínus blús sko nei kannski lokaspurning hagfræðina að heldur að þetta sé bara óstjórn að þetta séu mistök að við sem vanhæfa embættismenn og ráðherra eða þetta hagstjórnun sem í þágu ákveðina hagsmuna og þess vegna þetta svona? Ég á seinni skoðunni að þetta sé í þágu ákveðina aðila, svona svo kallara nomenklatúru eða svona ráðandi afla, það að segja hvort sem það tilheyra embættismannaklíkunni, æðstu prestar hjá verkalýðshreyfingunni eða æðstu prestar hjá atvinnurekendum, stjórnmálamönnum. Þetta svona ákveðið samansat sem spilar saman og þeir græða á sem sagt ríkjandi kerfi og græða á því að halda þessu við. Þú kalla þetta spillingu? Já, þetta náttúrulega partur af spillingu? Þetta partur af spillingu en þetta spillingar svona menn en þetta náttúrulega bara gert fyrir allra augum, við sjáum alveg hvernig þetta við horfum bara upp á þetta hvernig plata okkur og Bjarni Benediktsson sagði þegar hann byrjaði á þessu uppkaupum og handstýringu á genginu að þá rétt áður, þetta ekki verið viku áður, þá sagði hann okkur beint út að Íslendingar hafa ekkert fjármálalæsi. Hann sagði það. Já. Hann nýtir sér það. Hann nýtir sér það. Já, en það sko vegna þess að við getum tekið annað. Af því að við byrjuðum þessa umræði á því að ræðum Evrópusambandið og evruna og ég sagðist vera mikill stuðningsmaður þar.
vegna þess að það sem skiptir mestu máli fyrir okkur og það er neytendalöggjöfin. Neytendalöggjöfin þar er mjög sterk og það eru þessi lán, svo kölluðu lán, verðtryggðu lán, þau standast svona, eins og ég orðaði það einhvern tímann, í einhverju grein sem ég skrifaði, að þau svona með skóhorni standast þau kröfur evrópskrar neytendalöggjafar. Það hafa verið farið með þessi mál fyrir dómstóla, Evrópudómstólsins, og þau hafa svona, þeir botna ekkert í þessu. Segir bara alveg eins og er. En í Evrópuréttinum og í þessum málum að þá er það alltaf, og eins og var að koma upp núna þetta með bankana núna daginn að þeir mætti ekki breyta þessum lánum aftur, að þá miðast þetta alltaf við að það er neytandinn sjálfur, það er hann kemur og biður lán, hann er í raun og veru í miklu veikari stöðu heldur en bankin er sérfræðingurinn, neytandinn er ekki sérfræðingurinn, hann er að leita sér sérfræði aðstóðar, og þetta við sjáum það þegar við erum að fara biðja lán, svo benda þær bara á smáaletrið og segja þú kannst bara lesa smáaletrið eins og ég. Þetta er eitthvað kemur upp á daginn sem þú bjóst ekki alveg við og það þetta er svona. Já, ekki nóg með að þú bjóst ekki við, þú hafðir kannski engar forsendur til að skilja það. Þú skildir þetta ekki, þú last orðin en þú skildir kannski ekki orðin, og Evrópurétturinn hann tekur á þessu að hinn venjulegi neytandi, hann skilji bara hreinlega ekki, það er ekki að ætlast til þess að hann hafi hreinlega doktorspróf í hagfræði eða stjórnmálafræði eða einhverjum greinum eins og gert er ráð fyrir. Sem er alveg galið að gera ráð fyrir að venjulegt fólk sé með, sem er bara að hafa í sig og á og í fullri vinnu við eitthvað allt annað. Já. Þannig að Evrópulöggjöfin eins og hún er núna, þá eru neytendur betur varnir og okkur væri betur borgið þar. Miklu betur. Já. En þó gætu við nú samt sjálf líka bara tekið á þessu almennilega, hugsa ég alltaf, sko. Já, við náttúrulega, það er ekki þar með þetta, við verðum ekki að gera það. Við verðum að gera það. Það er engin, við verðum að gera það. Við verðum að taka okkar að moka, eins og maður segir, laga til heima hjá okkur. Við verðum að þvo upp okkar óhreina leirtau. Við getum ekki ætlað beðið aðrum að gera það. Við verðum að kjósa einstaklinga sem við treystum til að stjórna okkar málum í okkar þáu. Það gerir það enginn fyrir okkur, og það hefur enginn áhuga á að laga til fyrir okkur. Ef við gerum það ekki sjálf, þá gerir það enginn. Þú ert þá að tala um kosningar. Ég tala bara um almenna kosningar, en hitt þegar ég er að tala um Evrópu, þá er ég meira að tala um umgjörðina, laga umgjörðina, sem er miklu betri og miklu sterkari. Hún er tryggari. Og það er annað að við getum treyst því að fá ekki þar í bakið eitthvað vitlaus eins og við fáum oft allt í einu bara öllu breytt. Við stöndum uppi og það er bara búið að breyta öllum forsendum á því láni sem við tókum. Allt í einu segjum eins og að við tökum og þá meina ég forsendubresturinn sem við verðum alltaf fyrir, þá teljum verðbólguna með, því að verðbólgan er ekkert annað en óstjórn eða stjórn. Ákveðin, það vita allir hvernig á að bregðast við verðbólgu. Við erum ekki eina ríkið í heiminum. Nei. Nú ef við förum svolítið aftur í tíman, ég er þaðan, þá sögðum við, gengi krónunar er hnífurinn sem sker þjóðarkökuna, skiptir auðnum. Hvernig fittar það inn í ef að ráðherra tekur þessa ákvörðun að gengisfella bara krónuna, bara að lækka gengi krónunar niður í hrun gengi? Hvernig passar það við að lífið, fólkið
sem við erum að tala hvernig kemur það við því? Hnífurinn sem sker kökuna, við skildum þetta mjög vel. Við hlupum út í búð að kaupa, ég man eftir að ég náði svoleiðis í frystikistuna Það gengi var hótt á gamla verðinu, skilur og við kunnum alveg á þetta, skilur við vorum alltaf fullu í þessu og við vissum þrumuna sem við fengjum þegar okkur var tilkynnt bara í krónan var í dag feldum 18%, skilur þá bara rukka allir í gírinn. Heyrðu, ég á pening. Og þetta gerðist undan tekníkalaust mjög fljótlega eftir kjarasamninga. Og hérna það gerðist náttúrulega núna 22. Já. Að þá bara gengið í rauninni bara fellt úr 140, 150 og hann Villi okkar Birgis, hann var ekki búinn að, bleki var ekki þarna hjá hann. Og hann gekkst við þessu að það hefði verið gerð mistök. Hann gerði það í janúar þetta var gert í desember þannig að við verðum með einhverjum hætti að bregðast við þessu þú sem samfélag bara við getum ekki setið uppi með þetta svona bara og það ætlar bara allir að góna til loftið og engin að verkalýðshreyfingin ekki að tala um þetta stjórnmálafólkið ekki að tala um þetta þú veist, það eini flokkurinn sem hefur talað um þetta sem sagt annan gjaldmiðil, það Viðreisn glerharður hægri flokkur og við verðum bara að taka þátt í þessu samtali og eins og við nefndum kannski áðan að almenningur verður að skipuleggja sig gegn þessu hvort sem það sé í stjórnmálaflokkum eða í ykkur konar neytendasamtökum eða ykkur andófi sem að getur verið mótsvara því annars munum bara fjármálaöflin endalaust fremja okkur og græða peninga á okkur eins og þau mögulega komast upp það það sem við sjáum Algjörlega annað sem hefur verið og að því þú myndist á verkalýðshreyfinguna og við vorum að tala um vísitöluna að það sem að gerast núna í sambandi við vísitöluna að það verið að fikta í vísitölunni að ráði verkalýðshreyfingin að breyta, leggja til að hún tók Hagstofan upp aðra tegund af mælingu raun og veru tók upp samskona mælingu og Ríkan gerði til þess að lækka eftirlaunin 1983 að í Bandaríkjunum þá hafa eftirlaun sem Bandaríkjamenn fá sem sagt þeir veru verðtryggð eru hækkuð einu sinni á ári í nóvember minni mig á hverju ári og sem sagt og það sem Ríkan gerði hann breytti útreikningi vísitölunar þegar hann sá þetta 1983 til þess að lækka og þeir tala sem sagt samkvæmt Larry Summers sem fyrirverandi fjármálaráðherra Bandaríkjanna hjá Clinton margir þekkja að hann sem sagt birti nýlega grein og ásamt fleirum svona og þá kemur fram að þetta alveg frá sem sagt að vísitalan þessi það munar 1% sem sagt hvað hún lækkar verðbólgan, reiknu verðbólga meðað við þetta en hérna á Íslandi þá myndi örugglega muna sem sagt ekki endilega strax á morgun vegna þess að húsnæðis þrýstingurinn og húsaleigan svo há eins og en við getum hort í það framsækir að þá mun þessi aðferð sem verkalýðsforystan að gera hafa þau áhrif að eftirlaun lækka að því að þau miðast við annarkvort launavísitölu eða vísitölu neysluverðs eiga ekki að hækka minna það sem hækkar meira á þetta hækka nú annað sem gerist að lífeyrissjóðirnir sem eru náttúrulega aðaltæki verkalýðshreyfingarinnar og á þess að fara þetta að þekkja nú margir þá sögu að samkvæmt lögunum frá 1998 að þá eiga lífeyrissjóðir að ávaxtast 3,5% umfram verðbólgu reiknaða sem sagt umfram þetta nú ef að hún minni af því að það hefur verið mikið rætt að lífeyrissjóðirnir standast ekki þessi viðmið sem þeir eru lögbundin að þá
rýrna í raun og veru lífeyrissjóðirnir og miða við þetta. Þannig að eftirlaunasjóðirnir án þess að vera að fara náttúrulega inn á þessa ofurskatta sem eru hjá eftirlaunum Tryggingastofnunar, að þá hætta á þetta að þeir rýrni í raun og veru með þessu fikti í vísitölunni, og þetta ég hefði haldið að verkalýðsforystan myndi í raun og veru hafa verið á móti þessu. Þess vegna var ég svolítið hissa á að það í raun og veru hún sem stendur fyrir þessu. Krafan kemur það. Já. Þú telur að hún sé mögulega að skjóta sig í fótinn þarna? Hvað var það allan að skjólstæðinga sína? Já, ég tel að hún sé ekki að sinna sínu fólki. Hún sé í raun og veru að því að það var minnst hérna áðan á þessa kjarasamninga sem voru gerðið til 4 ára, og þetta er líka eitt ráð til þess að láta þá standast, að þeir eru gerðið til 4 ára, og ef að mæld það eru rauð strik í þessum reikningum eins og þessum kjarasamningum eins og var hérna alltaf í den, þá voru rauð strik, og þá áttu þeir að verðbólgan fór upp fyrir þessi rauðu strik sem Hagstofan sá að reikna, að þá átt að koma til hækkun. Eða kom ekki til hækkun, þá var kjarasamningunum sagt upp. Þetta er ein leið til þess að kjarasamningarnir í raun og veru standist. Það er að segja, mælinum er breytt, verðbólgan hækkar, en mæld verðbólga er minni en raunverðbólga, og verkalýðurinn, hann fær ekki þær kjarabætur sem hann á að fá. Þannig að það lítur smá út fyrir að það séu ASÍ sé reynilega bara að breyta mælitækinu svo að þau séu ekki fara yfir þessu rauðu strik sem að verkalýðshreyfingin setti samt sjálf í kjarasamningana með atvinnurekendum. Já, þetta virkar. Það er frekar alvarlegt. Já, þetta virkar. Ef það er svo. Já. Við rættum þarna hérna þessa handstýringu, og það er þá Seðlabankinn, en það sem við lendum í hérna með okkar kritík á samningar haustið 2022, að Landsbankinn byrjar að kaupa upp gjaldeyri og fellir krónuna eitthvað 7,2%, þessi krónan fellur þá úr 140 krónu evran í 150 krónu evran. Ég held að allir hafi tekið eftir því hversu gífurleg áhrif þetta hafði á verðbólguna. Þetta var svona eins og það hefði brotnað eitthvað hald á verðbólgu, þegar þarna fór verðbólgan í 10% við þessa breytingu. Það var ráðist á náttúrulega Landsbankann, og bankastjórinn mætti, og hann sagði, þetta er fullkomlega eðlilegt, við þurftum að sjá einhverjum viðskiptavinum fyrir gjaldeyrir, og svo hjálpaði útgerðin okkur með því að halda aftur af flutningi gjaldeyris til landsins. Þetta sagði bankastjórinn í útvarpinu. Já. Og verðbólgan fór í 10%. Já, hún fór einmitt í þarna, í fyrra í 10%. Við erum ekki svo vitlaus, þótt að Bjarni segir við séum vitlaus, þá erum við ekki svo vitlaus að fatta það að þetta er ekkert í lagi. Auðvitað er þetta ekki í lagi. Nei. Og talandi Seðlabankastjóra, þá náttúrulega var það fyrir hrun, aftur fyrir hrunið, þá voru þetta kölluð árás á gjaldmiðla. Ef við gerðum svona. Já. Og 800 milljarðar dugðu ekki til þess að stoppa þetta. Náttúrulega hefði þau dugað ef hann hefði hent þeim inn, en hann gerði það ekki. Og svo skeður lítið atvik núna að Seðlabankinn, honum gengur svo vel að selja bréf, þessi skuldabréf. Erlendilega aðilar ráðast á þetta, þú er búin að tala um, þeir vilja komast inn með peningana sínu, svo þeir koma með peningana og þau kaupa svo mikið að krónan byrjaði að styrkjast á innflæði gjaldeyris. Hvað gerði hann þá?
hann keypti upp 10 milljarða virði af gjaldeyri til þess að fella hana aftur niður 150 krónur. Já, þetta var einmitt það sem hann, eins og ég sagði áðan, að þá gerir hann þetta til þess að losna við síðar meir þessa snjóhengju sem myndaðist eins og myndaðist í hruninu og við áttum í erfiðleikum með og vofði. Þetta var í vetur. Já, þetta var í vetur. En það er sama. Þetta er nákvæmlega það sama, sko. Þetta er nákvæmlega það sama og þetta er við getum sagt að þetta er kannski það eina góða sem seðlabankastjóri gerir. Þú telur að þetta sé bara góð aðgerð til þess að fyrirbyggja það að þessi gengiskaup stóru... Hvað var að því að krónan hefði farið í 145 krónur? Já, hún myndi, það er hætt við því að það sem gerist þá, að þá eykst kaupmátturinn fram úr raun kaupmætti. Þetta er svona eins og að pissa í skóinn sinn. Þetta er í raun og veru eins og að pissa í skóinn. Að þá eykst kaupmátturinn og fólk fólki finnst að hafa miklu meira peninga á milli handana en það hefur í raun og veru. Það eykst innflytningurinn, fólk fer að kaupa meira flatskjái. Það er kannski ágætt að segja það bara. Og eftir smá stund þá allt í einu er komin upp sama staða og fyrir hruna, þá bara ríkur upp verðbólgan og kaupmátturinn hrynur aftur og sýndaraukninga kaupmætti þetta er svona, endar á því að skella á okkur ef að þetta hefði ekki verið bréf sem hann seldi heldur að þarna hefði verið lánuvertið þá erum við að tala og þá hefði krónan styrst, hefði ekki verið keypt upp neitt gjaldeyri, það kæmi 50 milljarða lánuvertið og krónan styrkist upp í og krónan, þessi verð á evrunni færi upp í